Ok, þessi dæmi ætlum við að finna, fá við jaðargildisverkefni og ætlum að finna öll lambda sem að gera þessi hérna diffurjöfna, sem er bara annars í diffurjöfnum með fasta stöðlum, með akkurat þessi hér jaðarskilri hafi áhugaverðar lausnir. Og svo hér fáum við gefin skilurinn hérna, höfum við oft skoðað svona dæmi með upphafsskilurðum. Þá fengum við gefin 2 skilur á y, kannski y og y diffra típist, í sama punktinum til dæmis 0. En hérna fáum við afleiðun í 0 og afleiðun í l. Þess vegna er þetta jaðargildisverkefni. Og hérna við ætlum að finna hvenær þetta hefur einhver áhugaverðar lausnir, og þegar við segjum áhugaverðar lausnir þá erum við að meina lausnir sem er ekki akkurat 0-lausnin. Svo finnum við lausnina í þeim tilfellum sem eitthvað spennandi er að gerast. Þannig að við byrjum á að skoða að þetta er bara annars til diffurjöfnu fasta stöðlum. Hún hefur kennimargliðina x í öðru pluss lambda er eftir 0 og rætur hennar eru þá x eftir pluss eða mínus og rótin af mínus lambda. Og það veltur sem sagt á því hvort að þetta hér sé ein rauntölulausn, tvær rauntölulausnir eða tvær tvinntölulausnir, hvernig lausn við fáum. Þannig að við þurfum að skoða öll tilfelli, hvert tilfelli fyrir sig fyrir við gegnum. Ég ætla að byrja á að taka ef að lambda væri nú mínustala. Þá væri hér mínustala undir rót, við værum sem sagt með plústölu undir rótinni og við fengjum tvær rauntölulausnir. Þannig að þá fengjum við lausnina y af x er eftir a sinnum e í rótina mínus lambda sinnum x pluss b sinnum e í mínus rótina mínus lambda sinnum x. Og svo, það er þá lausn á annars til diffurjöfnunum minni. Svo þarf ég að skoða skilurinn hérna, og til að skoða þau þarf ég greinlega að vita afleiðina, þannig diffra. Fæ ég rótina mínus lambda sinnum a sinnum e í rótina mínus lambda x mínus b sinnum rótina mínus lambda sinnum e í mínus rótina mínus lambda sinnum x, og svo setja ég inn í þetta, þá sé ef y merkt í 0 er 0, það þýðir þá að ég sé með rótina mínus lambda sinnum a mínus b sinnum rótina mínus lambda er eftir 0, vegna þess að e0 er 0, og þá get ég tekið út fyrir svega þarna og stendur rótina mínus lambda sinnum a mínus b áverið eftir 0. Og ég veit að þessi tala er ekki 0, ég er akkurat í tilfellinu þar sem þetta er minni 0. Það er sem lambda, þannig að þetta er positív tala hérna. Þannig að a mínus b hlýtur að vera 0. Þannig að a er sem sagt jafnt á b. Ok, svo skoðum við setna til skilyrðið, y diffrað í l er jafnt á 0. Þá fæ ég, ég er með rótina mínus lambda sinnum a sinnum e í rótina mínus lambda sinnum l mínus b eða mínus a vegna þess að a er jafnt á b sinnum rótina mínus lambda sinnum e í mínus rótina mínus lambda sinnum l, og þetta á að vera 0. Hér get ég aðeins umskrifað, tekið út fyrir svega hérna a sinnum rótina mínus lambda, þá stendur inn í sveganum e í rótina mínus lambda sinnum l mínus e í mínus rótina mínus lambda sinnum l, og margfeldi að hérna 3 stærðum á vera 0. Já, þetta verður ekki 0, þetta er e í einhverju veldi, það verður ekki 0, og þetta er ekki e í sama veldinu, þetta er ekki sama talan. Já, rótina mínus lambda er ekki 0, við erum akkurat í því tilfelli þar sem þetta er einhver positív tala, þannig að hlýtur að vera a sé 0. Og leið a er 0, þá er b 0 vegna þess að það eru sama tala, það kom út hér. Og hvaða lausn er ég þá með? Já, skoðum lausnina, ég er með lausnina sem þessi fasti og þessi fasti eru 0, ég er akkurat með 0 lausnina. Og það er ekkert mjög áhugaverð lausn, þannig að við pröfum næsta tilfelli og sjáum hvað gerist. Næst ætla ég að taka fyrir þegar lambda er jafnt á 0. Þá hefur kennimargliðan rótina plús eða mínus rótina mínus lambda sem sagt bara 0. Þannig að við erum með lausnina, við erum með eina rauntilausn og lausnin er y af x er jafnt á a sinnum x sinnum e í 0, eða sem a sinnum e í 0 pluss b sinnum x sinnum e í 0x. Þetta er sem sagt lausnin í þessi tilfelli. Aðeins bara þetta tilfelli. Við erum með diffurjöfnu y tvídiffrað pluss lambda sinnum y jafnt á 0. Ef að lambda er 0, nú þá erum við bara með y tvídiffrað jafnt á 0.
Og hvernig leysum við þessa differinu sem y diffrað bara stoppfallið af 0 dx, sem þetta einhver fasti, og hvernig þá y, nú það stoppfallið af y diffrað, sem þetta ax pluss einhver fasti b. Þannig að þetta greinilega lausnin í þessu tilfelli. Það hefðum ekki þurft að nota tilfelli 1, 2 og 3, en ja, við gátum alveg nota það líka. Ok, við höldum áfram með þetta tilfelli hérna. Ég veit ég þarf að skoða hvernig afleiðan og ef ég diffra þetta hérna pena fall, beinu línu, þá fæ ég bara p. Og þá ef ég segi y diffraði 0 á að vera 0, þá fæ ég sem þetta b er eftir 0. Og svo pröfa ég að y diffraði l á líka vera 0, og hvað gerist því ég set l hérna inn? Ég fæ líka bara b, þannig að aftur staðfestist að p sé 0. Þannig að í lausninu minni hér, þá er þessi stærð 0, og þetta má vera hvað sem er. Þannig að lausnin mín y af x er jafnt og einhver fasti a. Sem er aðeins meira spennandi ef við væri bara með 0-lausnina. Ok, svo tökum við þriðja tilfelli. Tökum lambda er stærri en 0. Þá kennum margliðan rótina x er jafnt og pluss eða mínus rótina mínus lambda. Já, þá erum við sem sagt með lambda er plusstalan en mínustala hérna undir rótinni. Ég með tvintölu, pluss eða mínus. Rótin af mínus einum sinnum rótin af lambda getur skiptið svona upp og ég veit að þetta hér verður einhver positív stærð og rótin af mínus einum er y. Þannig að ég er með þessa hérna rót. Í tilfelli 3 þá erum við með k er pluss, rótin af k pluss mínus y sinnum omega og k og omega ákvæða hvernig lausnin er og hér sé ég með 0 pluss mínus rótin af lambda sem y, þannig að rótin af lambda er omega. Ok, og þá er þetta tilfelli 3 þar sem lausnin er y af x og e í kx, sem sagt e í 0, það er 1, sinnum a, sinnum kosinus af omega, sem er rótin af lambda, pluss b sinnum sinus af rótin af lambda. Og þetta er lausnin og við pröfum jaðarskilirinn. Y mert af x þarf diffra fyrst áður en ég seti inn skilirinn. Fæ mínus a sinnum rótin af lambda sinnum sinus af rótin af lambda sinnum x, sem nota keðjuregluna, pluss b sinnum rótin af lambda sinnum kosinus af rótin af lambda sinnum x. Og svo segi ég ef y diffraði 0 á að vera 0, þá er þess að með mínus a sinnum rótin af lambda sinnum 0, það verður bara 0, pluss b sinnum rótin af lambda sinnum 1 á að vera 0. Já, þess er ekki 0, þannig að b hlýtur að vera 0. Þannig að ég komið hérna í lausninu minni að þessi hér stærri 0, þannig að þessi er bara dáttin út. Ok, svo fæ ég að y diffraði l á að vera 0. Þannig að ég set það hérna y diffrað og b er 0, hann er dáttin út. Þannig að þetta er mínus a sinnum rótin af lambda. Ég skal skrifa þetta hérna bara fyrir neðan. Mínus a sinnum rótin af lambda sinnum sinus af rótin af lambda sinnum x er eftir 0. Og ég er með margfald að þremur stærðum sem á að 0. Einn þeirra hlýtur að eiga að vera 0 til að það gangi upp. Þetta er ekki 0. Ef ég vel mér a í eftir 0 þá er eftir komið 0-lausnina, þannig að það er ekki spennandi. Þannig að vel mér frekar að sinus af rótin af lambda sinnum x sé 0. Sér við erum bara að leita að þeim tilfellum þar sem þetta gefur eitthvað áhugavert. Þannig að, ok, hvenær er þetta 0? Sinus er 0 akkurat þegar það er tekið af n sinnum pi. Þannig að þetta er jafngildi að rótin af lambda sinnum x sé n sinnum pi og n má vera bara einhver positív heiltala positív en eitthvað heiltala eða 0 og svo fáum við að x er næra, þetta gerist akkurat þegar lambda er jafnt og pluss eða mínus ekki pluss eða mínus er jafnt og n í öðru, pi í öðru deilt með x í öðru. Og við erum akkurat í tilfellinu það sem að nú setti ég ekki inn l-ið. Spólum aðeins. Hérna var ég í tilfellinu y diffraði l er eftir 0, þannig að hér á að vera 0, l og hér á að vera l og hér á að vera l. Fælir þetta svona
og deilt með L hérna. Ok, þetta hér gengur upp fyrir hvaða heiltölu sem er. En ef við skoðum lambda hérna, þá er þetta n í öðru deilt með, sinnum pi í öðru deilt með L og L er hérna yfirleitt táknar lengd, þannig að hún er ekki neikvæð. Þannig að sjáum að þetta er pósitív stærð. Auk þess þá er ég í tilfellinu þar sem lambda er stærra en 0. Þannig að sannarlega má n ekki vera 0. Þannig að þetta gildir bara fyrir náttúrulegar tölur hérna. Þetta hér má bara n vera náttúruleg tala. Annars væri við í einhverju öðru tilfelli. Og lausnina sem fást í þessu tilfelli, þetta er það lambda sem gefur áhuga að vera lausnir, fyrir utan að lambda 0 gaf hana fasta lausnina, og þetta segir mér hvað lambda er hérna í lausninu minni. Þannig að þetta er auðvitað lausnin í tilfellinu, a má vera hvað fast sem er, en rótin af lambda þarf að vera rótin af akkurat þessari stærð. Þannig að við skrifum niður lausnin okkar í þessu tilfelli. Upslán af x er jafnt og a sinnum kósinus af rótin af lambda er sem sagt n pi deilt með l sinnum x, og séða fyrir hvert einasta n sem er náttúrulega tala fæst ein lausn, þannig að það getur verið mismundi fasti í hverju lausn og það kallum þetta mismundi lausn, þetta er ein lausn fyrir hvert n þannig. Þannig að ég fæ n mismundi lausnir akkurat þegar lambda er n í öðru pi öðru deilt með l. Þá erum við komið niðurstöðuna í hverju tilfellu fyrir sig.